Jæja, góðu gestir, komið þið sæl, gestir nær og fjær. Já, við erum líka í streymi til alheimsins héðan úr Vallaneskirkju og verið velkomin að málþing eitt frægasta skáld okkar Austfirðinga, Stefán Ólafsson, sem var prestur hér í Vallanesi fyrir tæpum 4 öldum. Þetta málþing það hluti af hátíðahöldum vegna 50 ára afmælis Egilsstaðakirkju. En einnig má segja að það sé haldið í tilefni þess að rúm 400 ár eru liðin frá því að Stefán fæddist á Kirkjubæi Róastungu. Árið 1618 eða 19, það ekki alveg vitað. En veturinn 2019 til 2020 stóð nefnilega til að efna til fjölbreyttara dagskrár Stefán, en þá skall á heimsfaraldur sem að frestaði ýmsu. En við munum hér í dag fram til hádegis hlýða á erindi 4 fræðimanna ýmsar hliðar á skáldskap og æviséra Stefáns. Og í hádegishlíðunum gefst svo kostur á að kaupa sér heilnæma máltíð í Asparhúsinu hjá Vallanesbændum. Svona fyrir þá sem eru hér á staðnum, erfiðara fyrir þá sem eru í streymi. En eftir hádegið þá ljúkum við dagskránni hér í kirkjunni með Stefánsvöku. Á henni mun ég ásamt 4 öðrum í svokölluðum kvöldvökuhóp upphéraðs fara yfir lífslaup og verk Stefáns með leiklestri og söng. En við ætlum ekki að streyma frá því miður. Svona við áætlum að dagskránni ljúki hérna klukkan 2 og þá passar að halda til Egilsstaða þar sem að næsti viðburður í afmælisdagskrá á Egilsstaðakirkju hefst klukkan 17. Nú aftur á dagskrá málþingsins. Hingað eru komnir góðir gestir sem ég býð hjartalega velkomna sem hafa rýnt í ævi og verk Stefáns Ólafssonar og fleiri austfirskra skálda. Og aðeins eitt þeirra hefur þó feta bókstaflega í fótspor Stefáns og það er séra Gunnar Kristjánsson sem var tíma prestur hér í Vallanesi en nú prófastur emeritus. Þá skal telja Keitlin Parssons sem er doktor í íslenskum bókmenntum og aðjúnkt við Háskóla Íslands. Kristján Björn Jónasson, bókaútgefandi og rithöfundur, hefur lengi grúskað í verkum austfirsku skáldanna og átt alati á Stefáni, veit ég. Og þá er hér Margrét Eggertsdóttir, rannsóknarprófessor við Árnastofnun sem gjörþekkir bókmenntir 17. aldar. Sjálfur heiti ég Skúli Björn Gunnarsson og er forstöðumaður Gunnarsstofnunar og ætla að stýra þessu málþingi. En áður en við hlýðum á erindin, þá er hins vegar við hæfi að fá staðarhaldarann hér í Vallanesi, Eymund Magnússon bónda og ræktunarfrömuð til að opna dagskrána. Eymundur, gjörðu svo vel. Góðir gestir, ég þakka fyrir að fá að standa hér upp og ætla að fara með ljóð eftir Stefán, frænda minn. Þess að sjá hérna á myndinni, það er greinilegu svipurinn í 11. á annan, eins og segir í íslenska bók. Ég ætla að lesa hið fræga ljóð Meyjarmissir. Síðast þegar ég las þetta þá var á Iðavöllum, á hátíð sem að séra Vigfús stóð fyrir í minningu Stefáns. Þá veitir svo til að ég var nýskilinn, þannig að kannski oftúlkaði ég ljóðið eitthvað. Eins og að núna er ég hamingjusamlega giftur, Eygló, þannig að túlkurinn verður kannski eitthvað aðeins öðruvísi. En við erum reynslunum ríkari. Meyjarmissir. Björt mey og hrein, mér unni ein, á ísaköldu landi. Sárt berjum ein, sinnur ein, sviftur því tryggða bandi. Það eðla fljóð gekk aðra slóð, en ætlað hafði ég lengi, daprast því hljóð, en dvínar móð, dottið er fyrra gengi. Stórt hryggðarkýf, sem stáladríf, stingur mig hverju sinni, það eðla víf, meðan endist líf, aldrei fer mér úr minni. Það sorgar jél, mitt þvingar þel, við þig að hlýt ég skilja, þó finn ég hel, þá farðu vel, fagurleit hringa þinja. Ef þetta er ekki námsfíð að sleppa takinu, þá veit ég ekki hvað það er. Svo ætla ég að fara með eina sem lýsir svona meiri léttúð og túlkar svona kannski annan karakter heldur en fyrra ljóðið. Vandfarið er með vænan grip, votta ég það með sanni, siðuga konu og sjálegt skip,
og samviskuna í manni. Takk fyrir. Takk að þið fyrir Eymundur. Það er við hæfa að hefja þetta á ákvæðum eftir síra Stefán. En þá langum við að bjóða Gunnar Kristjánsson, fyrrum prest í Vallanesi og prófast emeritus til að koma hérna og hann kallar erindi sitt Sól skein yfir sægrænan séra Stefán Ólafsson skáld í Vallanesi. Gjörðu svo vel, Gunnar. Já, hækka þetta aðeins. Já. Ekki. Þakka fyrir góðu málþingsgestir. Það er ánægilegt að koma hingað í Vallanes. Við höfum ekki komið hér í áratug líklega og hefðum nú varla þekkt okkur aftur, hvorki að aka hérna inn vellina sem allt er gjörbreytt og staðurinn hérna sem sást úr margra kílómetra fjarlægð áður fyrr. Það sést nú ekki núna fyrir 3 árum. Svoleiðis að hér er allt breytt en hér áttum við sem mjög góða ár. Okkar prestskap við hana og ánægilegt að koma hingað aftur. Sól skein yfir sægrænan. Ekki verður annars hægt en að nokkur ljómistafi hafi stafað af séra Stefáni Ólafssyni í mínum huga þegar ég lagði land undir fót haustið 1971 til þess að þjóna hans gamla prestakalli hér austan heiða. Mér var ætlaður bústaður hér í Vallanesi en nokkrir mánuðir liðu svo okkur var opnaður ráðgangur að pressetrinu hér á þessum fornhelga kirkjustað. Og við blasti ekki aðeins náttúrufegurð, víðsýni og gróska hvert sem litið var, heldur sveif einnig yfir vötnunum orðstýr margra þeirra sem á undan höfðu þjónað þessu prestakalli og setið þennan stað. Og meðal þeirra var séra Magnús Blöndal Jónsson sem satt hér ásamt konu sinni Ingibjörgu Pétursdóttur á árunum 1892 til 1925. Sonur þeirra séra Pétur Magnússon gegndi hér embætti frá 1939 til 1960. Annar bjó hér 71 til 76. Magnús, myndlistarmaður sonur Páls og Þórunnar Sigríðar Pétursdóttur, eiginkonu hans, gerði líkan af staðnum af mikilli kunst. Líkanið var veitt á Þjóðminjasafni og mér skildi einnig hér í sveitinni. Ber nafn séra Stefáns Ólafssonar hátt. Honum er meðal annars lýst þannig í íslenskum æviskrám: prýðilega vel gefinn maður og vel að sér, annað höfuðskáld Íslendinga á 17. öld, var söngmaður mikill, söng fróður og samdi lög, einnig stjarnfróður, við mesta karlmenni að burðum, þjáðist allmjög af þunglyndi síðari hluta ævinnar. Og það sem síðast er nefnt í þessari stuttu lýsingu virðist lengi hafa fylgt mörgum ættmennum séra Stefáns. Ein ástæðan fyrir því að nokkur hljóma bar á nafni séra Stefáns í mínum huga var ógleymanleg kennsla Indriða Gíslasonar, kand.mag. Við Gagnfræðaskólann í Vonarstræti. Indriði var ættaður héðan af Fljótsdalshéraði, fæddur í Skógargerði í Fellum 1926 og lést 2009. Ekkert skorti á andáun kennarans á verkum austfirsku skáldanna og hefur það áreiðanlega skilað sér til okkar nemendanna sem nutum frábærar kennslu Indriða. Margrét, systir Indriða, var organisti hér í prestakallinu þann tíma sem ég þjónaði í og raunar enn lengur og hennar minnist ég einnig með þakklæti fyrir gott og farsælt samstarf. Indriði helgaði starfsævi sína íslenskukennslu, fyrst við Gagnfræðaskólann í Vonarstræti og Réttarholtsskóla
en lengst starfaði hann við kennara og síðar kennaraháskóla sem lektor, dósent, prófessor og síðast heiðursprófessor. Hann var afkastamikill fræðimaður og liggur eftir hann fjöldi kennslubóka, fræðigreina, ættfræðirita og sagnaþátta. Það var því óneitanlega veganesti fræðimannsins og aðdáanda austfirsku skáldanna sem fylgdi mér í huganum hingað austur. En önnur skáld áttu eftir að taka sæti séra Stefáns í Vallanesi í huga mínum og þoka honum þaðan. Þetta tilefni var hins vegar til þess að endurnýja kynnin við Vallanesskáldið og skoða það að nýju. Hann mátti flytja langan lestur austfirsku skáldin á tímum séra Stefáns í Vallanesi því að ljóst að gróska í skáldskap og kvæðagerð var mikil á uppvaxtarárum hans og starfstíma. Það hefur Andrés Björnsson fyrrum útvarpsstjóri fjallaði ritgerðinni 3 skáld á Austurlandi og þar vekur hann athygli á þeirri grósku sem var í skáldskap og ljóðagerð á tímum Stefáns Ólafssonar. Þar eru nánustu ættingjar hans greinilega fremstir í fræknum flokki skálda. Í ritgerðinni beinir Andrés Björnsson einkum athyglinni að 3 skáldum, Stefáni Ólafssyni og 2 nánum ættingjum hans. Og ritgerðin hefst þannig. Þau 3 skáld sem hér verður nokkuð fjallað, segir Andrés, eru 3 greinar á sama meiði, 3 liðir í beinum karllegg, Einar Sigurðsson kenndur við Eydal í Breiðdal, Ólafur Einarsson í Kirkjubæ í Hróarstungu og Stefán Ólafsson í Vallanesi á Völlum, allir prestar og prófastar einnig. Frændur þessir urðu allir langlífir. Einar Sigurðsson fæddist á katólskri tíð 1538 en dó 1626. Ólafur sonur hans talinn fæddur 1573 og dó 1659. Stefán Ólafsson fæddur 1619 og dó 1688. Frá fæðingu Einars til dauða Stefáns sonar hans því nákvæmlega hálf önnur öld og langur tími í Íslandssögunni og á svo löngum tíma verða auðvitað talsverðar breytingar á þjóðháttum, landsögum og hugsunarhætti manna þó að allt yrði með minni hraða en á okkar tímum. Kemur þetta auðvitað einnig fram í breyttum skáldskaparhætti. Langmesta breytingaskeiði verður þó á öndverðum dögum Einar Sigurðssonar þar sem sjálf siðbótin. Síðan víkur Andrés að hinum litríku ættingjum séra Stefáns í flokki vígra manna og skálda. Þeir voru fjölmargir í báðum þeim samfélagshópum. Faðir Einar Sigurðssonar, Sigurður Þorsteinsson, var fátækur klerkur en móðir Einars hét Guðrún Finnbogadóttir. Bæði voru þau hjón góðrar ættar og þó einkum Guðrún var hún dóttir Finnboga ábóta á Munkaþverá en hans sonur Einars ábóta Ísleifssonar, beltislausa, voru þeir Einar Sigurðsson og Jón biskup Arason að 3. og 4. af frændsemi. Grunur lék á að Þorsteinn afi Einar Sigurðssonar væri sonur Nikulásar Þormóðssonar príors á Möðruvöllum. Einar var þannig nátengdur höfuðbólum katólskrar kirkju á Norðurlandi. Sigurður faðir Einars var þingaprestur í Aðalreykjadal og hafði búið að Hrauni og þar Einar fæddur. Virðist sér að Sigurður hafi verið meðal hinna fyrstu þar nyrðra sem tóku af alhuginn nýja sið kenndum við Lúther. Þannig hljómar hinn einfalda en skilmerkilega umfjöllun Andrésar Björnssonar, dálítið kjaftasögulegar upplýsingar þessi austfirsku skáld sem svo mjög að langan tíma. Stefán Ólafsson var eitt af höfuðskáldum 17. aldar og væntanlega þekktastur þeirra á 20. öld, 21. öld. Hann á skáldum kominn, sonarsonur séra Einars í Heydölum og sonur séra Ólafs í Kirkjubæ. Hann stundaði nám við Skálholtsskóla 1641 og var næstu 2 árin í þjónustu Brynjólfs biskups Sveinssonar
síðan á leiðin til Kaupmannahafnar, þar sem hann stundaði nám við Hafnarháskóla árið 1643. Hann dvaldist næstu 5 árin í borginni við sundið. Eftir heimkomuna fékk hann veitingu fyrir Vallanessi sem hann hélt til æviloka. Ljóð Stefáns eru víða varðveitt. Hann talið að þar sé honum eitt og annað eigna sem aðrir hafðu ort. Á kveðskap hans meira varðveitt en eftir flest nafngreind skáld 17. aldar. Einnig þýddi hann allmarga sálma, meðal annars eftir Kingo. Sálmaþýðingar hans voru margar hverjar gefnar út á bók, áður en hann lést prentaðar í Skálholti 1686. Óprentaða Passíusálma skildi hann einnig eftir sig. Sagt að honum hefur látið vel að þýða sálma Kingos, eins og þeir Ólafur á Söndum og Hallgrímur Pétursson yrkir hann lof öl og tóbak og alveg sérstakt yrkisefni urðu honum góðir gestar. Káttlegir atburðir og sérkennilegt fólk voru algeng yrkisefni skáldsins. Hann hafði verið sérstaklega næmur fyrir einkennilegu smáatriðum í fari fólks og víki víða af tróðinni slóð í yrkisefnum, til dæmis talið óþekkt. Af eldri skáld hafi gert sér barnaleiki af yrkisefni, nema þá til að hneykslast yfir fánýtri sýsla. Og ekkert samtímaskáld hans vogaði sér að lýsa dönskum kaupskap á svipaðan hátt og hann gerir í þessari vísu. Danskurinn og fjanskurinn við Djúpavog. Hann dregur að sér auðinn við Brimseltu sog, með fjandlega gilding og falska vog, færi betur að reiðust háls hans tók. Í ómennsku kvæði ber hann saman nútíð og fortíð og finnst menn ekki lengur nenna að slá og raka svo gagns sé að. Og upphafið þannig: hvað mun því valda að vorrar aldar víl svo hátt. Þeir fénu ei halda, þá fjúkin tjalda fenta gátt. Svo grandaði ei alda þeim gömlu þrátt, við girnir að skjalda slíkan hátt. Sjá fyrri mönnum sé í önnum, ég ídra geð, þeir gnistu tönnum með sendar svönnum og sóttu féð. Svottan grönnum var lukkan leð, en lestin bönnuð og sjálfráð eð. Stefán Ólafsson, sem hér einhvern til umfjöllunar, var sonur séra Ólafs Einarssonar og þau þriðja greinin á þessu skáldameið austrískra presta og skálda. Hann fæddist í Kirkjubæ, sem áður segir, árið 1619, að talið einn af 10 systkinum. Stefán nam skólalærdóm eins og faðir hans, fyrst í Skálholti hjá Brynjólfi Sveinssyni, en síðan við Kaupmannahafnarháskóla 5 ára skeið. Á þeim árum var hann handgenginn Ólaf Worm, prófessor sem lagði mjög stund á forn og norræn fræði. Þýddi Stefán fyrir hann á latínu Völuspánum og nokkuð af Ormsbók Snorra-Eddu. Sumarið 1648 kom Stefán heim að loknu námi við háskólann og vildi þá svo til að Vallanes losnaði og var Stefánu veitt brauðið og setti sér Ólafur Sveinsson inn í embættið í ársbyrjun 1649. Árið 1651 kvæntist Stefán Guðrúnu Þorvaldsdóttur frá Auðbrekku. Tengdist hann þá Brynjólfi biskupi því að konur þeirra voru bræðradætur. Stefán sat í Vallanesi til æviloka, en hann andaðist á höfuðdag 29. ágúst 1688. Nárið einni öld eftir að Stefán Ólafsson dó ritaði þáverandi prestur í Vallanesi, séra Jón Stefánsson, framan við Ministerialbók staðarins, æviágrip Vallanespresta frá 1500, þetta árið 1784, og þar segir meðal annars Stefán Ólafsson. Honum lét staðurinn allvel nokkur tíma framan af. Græddi hann þar vel kvikfénað, einkum hesta. Hann átti marga góðhesta og þótti allvænt þá.
sem hestavísur hans sína. Þá hann hafi verið hér hríð, féll upp á hann mótlæti, fótbrotnaði af hesti af kaupstaðarleið, lagðist síðan og var rúmfastur það mesta sem eftir var ævi hans, sem mun hafa verið lengi nokkuð. Og síðan segir, þessari gömlu heimild, hann, séra Stefán, var sína tíð haldinn mesti gáfumaður og þjóðskáld, eftir að liggja margir sérdeilis vel kveðnir og andríkir sálmar og margt annað í kveðskap, fallegt og fróðlegt. Hann átti mörg börn og eru mjög margir niðjar, einnig þeir göfugustu menn sem nú eru á landi voru frá honum komnir. Líklegt má teljast að ýmsar sagnir séra Stefán hafi fylgt staðnum í Vallanesi alllengi, ekki síst fyrir það að sonur hans, Ólafur, sat í Vallanesi talsvert fram á 18. öld. Það var þó undarlegt að prestur þessi, Jón Stefánsson, veit ekki dánarár séra Stefáns og óglögt veikindi hans, og eru heimildir mjög litlar efri ár þessa merka skálds, nema helst það sem ráða má á kvæðum hans. Sagnir herma að Herðaveiland, hún glindið, hafi lagst af honum, hann hafi fitnað mjög með aldri og auk þess verið bæklaður. Stefán Ólafsson hefur getið sér mesta frægð þeirra þriggja skálda sem hér ræðir og mörgum kvæða hans hafa orðið sérlega lífseig, þó fór svo kvæði hans Ólaf, föður hans, að þau lentu á hálfgerðum rakhólum áður en þeim yrði safnað til útgáfu. Stefán ort mjög mikið, bæði sálma og veraldleg kvæði. Það einkum við síðarnefndu sem haldið hafa velli, tóku ýmsra safna kvæðum hans á 18. öld, en ekki voru þau prentuð fyrr en 1823. Hið Íslenska bókmenntafélag annaðist útgáfuna en Finnur Magnússon prófessor sá útgáfu. Miklu umfangsmeiri var útgáfa svo á ljóðum Stefáns sem Jón Þorkelsson annaðist fyrir bókmenntafélagið og útkom árin 1885 og 1886. Þar eru saman komin öll þau ljóð sem Stefáni hafa fundist eignuð í handritum. Hér einkum stuðst við þessi rit. Í þessu erindi mínu, rit 1 og 2, sem Íslenska bókmenntafélag gaf út. Var því ekki óeðlilegt að þar slæddist eitthvað með sem Stefáni var ranglega eignað. Ekki eru sálmar séra Stefáns í þessum útgáfum, eru þeir þó margir og þóttu góðir á sinni tíð og enn einn sálmur eftir séra Stefán í Sálmabók Þjóðkirkjunnar, en samtímamaður hans Hallgrímur Pétursson styttir á öll sálmaskáld á hans tíð. Sumir sálmar Stefáns hafa aldrei komist á prent. Engu að síður eru 2 sálmar í útgáfu Sálmabókarinnar 1997. Það sé að sálmurinn Himna rós, leið og ljós, sem númer 398. Sá sálmur virðist eitthvað breyttur eða lagfærður af Stefáni Thoranesen og sálmur 446, en hraðar sólin sér af svefni að kalla. Þar reyndar þýðingu að ræða á sálmu eftir danska skáldið Thomas Kingo. En aðeins sá sálmur fékk náð fyrir ritstjórn útgáfunnar 2022 sem nú í notkun og þar að ræða sálm númer 407. Óhætt með því að segja að hins mikla arfs austfirsku skáldanna gæti í litlum mæli í þeirri Sálmabók Íslensku Þjóðkirkjunnar sem nú brúkuð. Veraldleg kvæði séra Stefáns hafa ekki síður en sálmar hans auki hróður hans á seinni öldum, en það eru þau bæði mörg og merkileg, prýðilega ort og ljóða akurinn sannarlega fjölskrúðugur. Á ljóðunum verður ekki betur séð en séra Stefán hafi verið jafnvígur í erlendum samtíðar menntun, klassískum skáldskap, íslenskri fornfræði og endurlist. Hefur hann stellt samtíma söngvísur, einkum í mannsöngum sínum, einnig yrkir hann snilldarvel undir íslenskum fornháttum,
ljúflingslægi og dróttkvæðumætti. Til að mynda nýársgjöf Guðrúnar litlu Gísladóttur og brúðkaupsvísurnar til Jörgens Kem, sömuleiðis sína alþýðlegu rímnahætti. Þá hefur hann og þýtt Virgil og Hórans að snilld. Hann hefur og verið gæddur frábæri kímnigáfum, þar sem mörg kvæði hans sína, svo sem kvæði Ásmund, þá tengdur Brynjólfur biskupi, en konur þeirra voru sem fyrr segir bræðradætur. Stefán satt í Vallanesi til æviloka, en hann andaðist á höfuðdag 29. ágúst 1688 sem fyrr segir, nálega 1 öld eftir að Stefán Ólafsson kvaddi þennan heim, ritaði þáverandi prestur í Vallanesi séra Jón Stefánsson, afkomandi séra Stefán sem ég nefndi áðan, fram af ministerial bókstafarins, ágrip Vallanespresta frá 1500, og þetta er árið 1784, farin að finna góða lýsingu af séra Stefán eins og áður segir. Líklegt má teljast að ýmsar sagnir séra Stefán hafi fylgt staðnum í Vallanesi alllengi. Ekki síst fyrir það að sonur hans Ólafur sat í Vallanesi talsvert fram á 18. öld. Það var því þó undarlegt að prestur þessi veit ekki dánarár Stefáns og óglögt veikindi hans. Eru heimildir mjög litlar efri ár þessa merka skálds, nema helst það sem ráða má af kvæðum hans. En svo áður segir herma sagnir að heilsuleysi, andlegt og líkamlegt hafi gert honum erfitt fyrir á efri árum. Stefán Ólafsson hefur getið sér mesta frægð þeirra 3 skálda sem hér ræðir og mörg kvæða hans hafa orðið sérlega lífseig. Þó fór svo kvæði hans Ólaf, föður hans, að þau lentu á hálfgerðum hrakhólum áður en þeim yrði safnað til útgáfu. Hefur Stefán ort mjög mikið, bæði sálma og veraldleg kvæði, og það einkum hinn síðarnefndu sem haldið hafa velli. Tóku ýmsir að safna kvæðum hans á 18. öld, en ekki voru þau brentu fyrir 1823 og gaf bókmenntafélagi þá út en Finnur Magnússon prófessor sá útgáfana. Í þeirri útgáfu eru samankomin öll þau ljóð sem Stefáni hafa fundist eignuð í handritum og var því ekki óeðlilegt að það slæddist eitthvað með sem Stefáni var ranglega eignað. Ekki eru sálmar séra Stefáns í þessum útgáfum, eru þeir þó margir og hafa þótt góðir á sinni tíð. Sumir sálma Stefáns hafa aldrei komist á brent, veraldleg kvæði hans hafa mest aukið hróður hans á seinni öldum. Af ljóðum hans verður ekki betur séð en séra Stefán hafi verið jafnvígur í erlendum samtíðarmentum, klassískum skáldskap og íslenski fornfræði. Hefur hann stælt samtíma söngvísu, einkum í mannsöngum sínum. Einnig yrkir hann snilldarvel undir íslenskum fornáttum, ljúflingslægi og dróttkvæðumætti, til að mynda nýársgjöf Guðríðar litlu Gísladóttur og brúðkaupsvísur til Jörgens Kem. Nýársgjöf Guðríðar er á þessa leið og hefst þannig: Mér í sinni mær veik aldra, þér boðnar bjór, bjóða að gamni, þó þess konar að þéni bæði, æsku þinni og elli rukku. Ei hef ég armbönd af unnar ljóma, né hlekk handar, halli listan, bönd gullofin eða brjóst skjöldu, flestar fjölbeigðar eða fróða mér. Og brúðkaupsvísurnar hefjast þannig: Sól skein yfir sæ grænan, sá ég flegi háum dregið, við land í lagi sundi, leini í byggðum, fleini, lá svo við taum trúan, þjóðraður hestur flóða, í Reyðarfirði fjáðum, fann ég þar hóp kaup manna. Hann hefur verið gæddur frábæri kímnigáfum, þess og mörg kvæði að sanna, svo sem kvæði Ásmund Hefðarhósta, sem hann talinn hafa kastað fram við vinnupilsinn, og Hornfirðingakvæði.
Það er óljóst að séra Stefáns hefur verið söngvinn og raddmaður svo sem séra Einar afi hans, en það svipar honum að því leyti sem samanburði verði komið meira til afa sín sem föður í skáldsöfnum. Einn merkasta kvæði hans er Svanasöngur 2, sem er Svanasöngur, sem er í öðru bindi ljóðasafnsins, sem er persónuleg tjáning skáldsins og sýnir glöggt skyldleika skáldskapar hans við kvæði föður hans og afa. Mörg síðari tíma skáld stældu vitandi og óvitandi kvæði Stefáns Ólafssonar og má segja að hann brúi bilið alla leið til sinna frægur niðja, Jónasar og Bjarna á öndverðinu 19. öld. Hér hefur verið farið fljótt yfir sögu þessa merka skálds. Sigurður Nordal lætur þess getið í formála fyrir útgáfu vísnabókarinnar að fágætt munu vera, ef ekki einstætt, að slík afburðaskáld spretti upp lið fram af lið og sagan er ekki full sögð með þessum þrejum skáldum. Í lok umfjöllunar sinnar austfirsku skáldin ritar Andrés Björnsson á þessa leið: Austfirsku skáldin urðu fleiri og það góð skáld, þó að þau jafnist ef til vill ekki við þessi þrjú. En nefna mætti dótturson séra Einars í Eidulum, Bjarna Gissurason, sem var ágætt skáld, ennfremur Þorvald, son séra Stefáns Ólafssonar, Halldór Eiríksson á Hjaltastað og jafnvel fleiri. En hér skal nú staða numið, segir Andrés. Þau þrjú skáld sem hér hefur verið rætt voru brautryðjendur og merkisberar, trúarsýla og menningarstrauma, en með ljóðagerð sinni hafa þau reynst sterkir hlekkir í hinni órofnu íslensku ljóðhefð á erfiðasta skeiði hennar. Í ljóðasafni séra Stefáns Ólafssonar skálds og prests í Vallanesi, því sem bókmenntafélagi gaf út í 2 bindum í Kaupmannahöfn 1885 og 6, í umsjá Jóns Þorkelssonar, er eftirfarandi vísa undir fyrirsögninni Harðindi og í greinargerð sem henni fylgir þess getið að í einu handriti sem útgáfan er byggð á nefnist vísan Harðindin á Fljótsdalshéraði og vísan er þannig: Jökuldalsbyggðin bleika, byljum stríðum vön hlíðin, kringvöfð vötnum dunga, veitu útmanna sveitin, þjóðkunn þingin eyða, þröngsund skriðdals grundar, völlur Fljótsdalur fellin, fullt er það allt að sulti. Í greinargerðinni er getið orðamunar eftir uppskriftum: Jökulsár í stað Jökuldals í fyrstu línu, Byljastríði í stað byljum stríðum í annarri línu, kringumvöfð í stað kringvöfð í þriðju línu og sama lína vötnum vöfð víðfræg tunga í sjöttu línu, þröngt og grunda í stað þröng og grundar og að síðustu er þess getið að orðmyndin völlur sé austfirsk plebeiska. Það er almúgamál fyrir vellir. Það síðast nefnda kann að sjálfsagt ýmsir við enn. Ég man eftir því að menn notuðu þetta hvort þetta, ef við vorum hér. Völlur og vellir. Völlurnar fyrir vellirnir og að fara inn á völlu eða völlur. Þessa vísu kunna margir héraðsmenn í dag skilja á einn veg sveitanöfnin, en ef til vill sum einkennisorð þeirra sem skáldið lætur fylgja á mismunandi vegum. Það er áhugavert að hugleiða inntakið í kveðskap sóknarpressins hér í Vallanesi fyrir 4 öldum eða svo. Að mörgu leyti kemur þó okkur á óvart hversu margt er okkur kunnugt og er reyndi lítið framandi þótt 4 aldir skilju okkur frá kveðskap séra Stefáns í Vallanesi. Engu að síður er allt meira og minna framandi við fyrstu sýn, maðurinn og skepnurnar, menntunin og hversdagslega störfum, allt er það býsna fjarlægt í fyrstu. Þegar nánar er aðgætt og málið skoða betur virðist sem þessi fjarlæg kom ekki í veg fyrir að við skiljum bræður okkar og systur.
á þessum löngu liðnum tímum betur en okkur kynni að hafa órað fyrir. Að mörgu leyti hljótum við að dásta þessum forfeðrum okkar og værum ekki aðeins skáldunum sem kunnu þá list að koma öllu eða alltaf því í búningi kveðskaparins og ljóðanna. Þar eru myndir dregnar upp af mikilli list hlutskipti mannsins í þessum heimi, tilgang og merkingu, afkomu. Líkma þennan heim af þeim sem hafðu þá náðargáfu skáldskaparins sem veitti þeim innsæi inn í völundarhús lífsins, inn í heim skepnanna, landsins og náttúruaflanna, en einnig inn í völundarhús mannlífsins. Hvert okkar hlutverk, hvaða merkingu og tilgang sem gefur kraft til að lifa, kjark til að takast á við ofurefli lífríkisins og til að feta sig völundarhús þessa stóra og skrýtna heims. Þar hafði skáldskapurinn greinilega hlutverk að gegna og ekki aðeins þar, heldur einnig í daglega lífinu, við matborðið, í útihúsunum, í samfélagi manna og skepna. Það virðist ekki vera nein mótsögn í því að skáldin sem léku á strengi lífsins í gleði og sorg, í ást og missi, á myrkum vetranóttum og björtum sumarkvöldum. Í því virðist ekki vera nein þverstæða að hinir mildu strengir sem vöktu ást og samúð með mannunum, vonir og djúpa gleði, sátt við lífið og tilgangu þess, voru jafnframt prestar sem höfðu í það minnsta lært til verka og kunnu að þróa það náðargáfu sem þeim var gefin og nýttist þeim og öðrum í daglegu lífi. Það þekktu þeir Stefán í Vallanesi, forfeður hans og afkomendur, sem margir hverjir þurftu að berjast vonlítilli baráttu við sjúkdóm sem enginn kunni þá neina lækningu við. Kannski urðu þeir næmari fyrir einu frelsandi hlutverki listarinnar einmitt. Herra þakki Gunnar, þetta var góð yfirferð í upphafi yfir ævi þessa merka manns. Næst það hún Keitlin Passon, aðeins að breyta uppstillingu. Hún ætlar að ræða hér aðeins Stefán Ólafsson og sýslumennina. Kærar þakkir fyrir að bjóða mér hingað í dag. Það er alveg einstaklega gaman að koma hingað og tala sjálfan skáldið og Stefán Ólafsson. Og ég er búin að rannsaka ævi og kvæði Stefáns sem hluti af nýdoktoraverkefninu mínu. Þannig að það er algjör draumur að koma hingað í dag. Og ég þarf að þakka líka Þjóðminjasafninu kærlega fyrir að standa og leyfa okkur að njóta þessar fallega myndir úr safni þeirra sem ég fekk bara daginn. Ég vann fyrir 10 árum í Þjóðminjasafninu við sýningagæslu og það var mitt hlutverk að passa upp á þessu fínu fólki. Þannig að ég kynntist þeim vel í rauninni áður en ég kynntist Stefáni. En í Þjóðminjasafninu hangir ólíumarverk af hárprúðum manni með stærðirinnar yfirvaraskegg og klofinn kökutopp og þessi glæsilegri konu með barðastóran svartan hatt. Þetta eru sýslumannshjónin Jón Þorláksson og Sesselja Hallgrímsdóttir sem giftist árið 1674. Þau voru reyndar Skagfirðingar en bjuggu allas öll sín búskapsár hér á Austfjörðum. Fyrst á Skriðuklaustri, svo á Víðivöllum í Fljótsdalnum frá 1676 til 1686 í svona áratug og svo í Berufirði til ársins 1704.
og loksins á Berunesi frá 1704 til dauðadags. Og það má segja að þessi hjón hafi tilheyrt íslenska aðalnum á þessum tíma. Jón var sonur Þorláks biskups Skúlasonar á Hólum og Katrínar Gísladóttir biskupsfrúr, en Sesselja var líka af mjög fínum ættum, ólst upp í Glæsibæ hjá faðir sínum sem var prestur og einn bróður hennar átti eftir að vera prófastur í Rangavallasprófastsdæmi. Og sennilega var Jón ekki alveg eins hneigður til náms og bræðurnar Gísli og Þórður sem lærði guðfræði við Háskólann í Kaupmannahafn og urðu báður biskupur, Gísli fyrir norðan og Þórður fyrir sunnan. En metnaðarfullur var þessi Jón og hann bjó líka í Kaupmannahafn í nokkur ár sem ógiftur maður í þjónustu Henriks Bjelkes hirðstjóra. Og það má segja að Jón hafi verið á framabraut í Kaupmannahafn ekki síður en Gísli og Þórður. Hann var einhvers konar starfsnámi síns tíma hjá mjög völdum embættismanni og hann haslaði sér vall í stjórnsýslunni. En það var ekki eintóm skjalafræði sem Jón lærði í Kaupmannahafn. Eins og Þórunn Sigurðardóttir og fleiri hafa bent á, var mjög algengt á þessum tíma fyrir syni heldri manna eins og Jón alla Evrópu að fara að heiman í mikla menningarreisur. Og vissilega fóru margir íslenskir stúdentar til Danmörku markvisst í þeim tilgangi að læra guðfræði, en það að ferðast erlendis fór líka í sér dýrmæta reynslu sem fékkst ekki úr bókum. Þeir kynntust nýjustu tískustraumunum, lærði góða manna siði, tileinkuðu sér fágun og smekkvísi, urðu sildir og veraldarvanir menn. Og það þessi fágun sem geislar af sýslumanninum og gott að hafa í huga þegar við skiptumst nánar í samband hans við skáldið Stefán Ólafsson í Vallanesi sem fór sjálfur til Kaupmannahafnar eins og kom fram í fyrirlestri hans Gunnars rétt áðan. Og eins og Margrét Eggertsdóttir hefur bent á í Barekkmeisturunum var mjög algengt á þessum tíma fyrir skálda yrkja og flytja kvæði og jafnvel sálma við ákveðið tilefni, hvort þessum voru hamingjuóskir og brúðkaupsdegi eða huggunarorð við fráfall ástvinnar. Og málverk eins og þessi voru mjög sjaldgæf og ljósmyndir sjálfsagt ekki til. Þannig að það kannski ekki skrítið að skáld eins og Stefán voru mjög miðlæg í að skrásetja og varðveita minningar einstaklinga, ætti og viðburði og tóku sýnilegri þátt í að upphefja hið opinbera en síður var raunin. En það sem ég fann skemmtilegt var þegar Margrét rannsakaði kveðskap Stefáns Ólafssonar, hún fann ekki mörg dæmi tækifæris kveðskap hjá skáldinu á Vallanesi. Þegar við berum hann saman við samtíðar skáldin eins og Guðmundur Erlendsson í Fjalli Slettihlíð, hann var alltaf að yrkja kvæði völdugusta fólkið. Hann náði bara, það svona helmingurinn af kvæðum hans eru til valdsmanna. Og Stefán orti vissilega tækifæriskvæði en í samanburði við til dæmis Hallgrím Pétursson sem var líka mjög duglegur að yrkja til valdsmanna, Stefán ekki mjög áhugasamur að þeir virðist að ná sér í svona velgjörðamann. Þvert á móti skáldið alltaf að gera gís að þeim sem hann telur verið stórar upp á sig. Kálli kúlu vambi með kemdu hnakkadrambi, allur stára stambi, stútur á með lambi, lúin þessi þambi, eigi vonar rambi, né hreiki hana kambi, hentugur honum skjambi. Þetta bara eitt dæmi af nokkrum og með svona kveðskap krækir maður sér ekki í velunnara, það get ég sagt. Og það var ljóst samt að Stefán Ólafsson hafi verið vel til vina við sýslumannin Gísla Magnússon og konu hans Þrúði Þorleifsdóttir. Þeir bjuggu á Skriðuklaustri í nokkur ár og síðan þegar Þorleifur faðir Þrúði lést, þá flytja þeir í Hlíðarenda. Þeir eru Rangvellingar, hún þaðan og þarna höfuból ættarinnar og þau flytja í burtu en vináttatengslin haldist og þetta kvæði, ótrúlega fallegt kvæði nýjársgjöf Guðríðar litla Gunnarsdóttur sem við fengum að heyra smá brot úr, gríðarlega fallegt kvæði sem ort til ungru dóttur Gísla og Þrúðar.
Og síðan þegar Þrúður lést frá ungum barnum sínum árið 1658 var mjög harmdauða, þá orti Stefán Hjartnefnt erfiljóð eftir Þrúði sem ber hana saman við Lilju vallarinn sem fellur frá í besta blómi. Þannig að það er ekki þannig að hann getur ekki eða hann vill ekki, en hann gerir það ekki að því virðist mjög mikið að yrkja til valdsmanna. En við snúum okkur aftur að Jóni sýslumanni sem aðalstjarnan inn í öðru kvæði eftir Stefán sem ég held að allir hérna þekkja en mjög fáir vita að snúist Jón. Og það Grýlukvæði hans. Ekki linnir umferðinum í Fljótsdalinn enn. Það sér á að þar búa þrifnaðir menn. Þrifnaðir menn hér í merkingu efnamenn. Skáldið vekir athygli á því að það býr vel megandi fólk í Fljótsdalnum sem gott orðspor ber af, enda streyma þurfalingar beint þangað í vonum bjarg. Og straumurinn stefnir sjálfsagt beint að höfuðbólinu, Víðivöllum, og bærinn í rauninni þungumiðju kvæðisins. Og svo fyrsti sem við kynnum strax í upphæfi kvæðisins, hann hvergi nefndur á nafn, en það hins vegar sagt að hann yfirburðar maður. Seinna í kvæðinu kemur sjálfsagt í ljós að hér engin annar á ferð en sýslumaðurinn sjálfur, Jón Þorláksson. Ef við viljum ekki rengja að Stefán hafi ort kvæðið, það gæti verið annar sýslumaður en þá Stefán ekki höfundur Grýlukvæðisins. Og skáldið hér að hrósa í rauninni gesturisni sýslumannsins á mjög skemmtilegan hátt. Hann ekki að smjaðra, heldur sýna hver ræður ríkjum í Fljótsdalnum. Ekki einu sinni Grýlu dettur í hug að biðja strákana hans. Þannig að mér fannst þetta stórskemmtilegt kvæði. Hún biður hana Siggu litlu, sem við vitum ekki alveg hver Hún segir, ég vil ekki plássbera piltana þín. Ég vil ekki plássbera jafngóða menn þó stundum heyri megi hljóðfærin tvenn. Þannig að hún svolítið upphefja sýslumanns fjölskylduna á mjög líflegan hátt. Og ég fór að forvitnast hvort við gætum tímasetta þetta. Við vitum að Jón býr í áratug, þarna á Víðivöllum, og það aðferð sem var notað til að greina aldur kvæðisins sem að bera þetta saman við aldur barnanna. Af því að börn ekki börn mjög lengi, það hægt að þrengja svolítið hvenær kvæði gæti hafa verið ort. Og það var Jón Samssonarsson sem benti á að Grýlukvæði eigi sér verið andað, sem fjalla alltaf raunveruleg börn. Og hann notaði þetta til að tímasetja gamankvæði eftir Hallgrím Pétursson Leppalúði í Hvalsnesi. Hann sýnir að öll 3 börnin á lífi, þannig að þetta hlýtur að vera fyrir 1649. Ég notaði síðan aðferð Jóns til þess að tímasetja elsta Grýlukvæði sem við vitum sem kemur frá Skagafirði, og það Grýlukvæði Guðmundar Erlendsson í Felli og Ásgríms Magnússon á Höfða, og það líka hægt að bera kennsla á börnin, og þá við sjáum þannig að kvæði hlýtur vera ort á mjög þröngu tímabili 1638 til 1644. Og margvarðitt Grýlukvæði gerist einmitt hér á Austurlandi, en það skýr textatengsl milli Grýlukvæðis Guðmundar Ásgríms og kvæðisins úr Fljótsdalnum sem orðundu sama bræðurhætti. Og lýsingin á Grýlu margt svipað, en austfirska skáldið fer alveg á kostum í kaflanum útlit og framferði Grýlu, og ég held að þetta örugglega þekktasta kaflinn í dag. En í samanburði við kvæði Guðmundar og Ásgríms, þar sem Grýla að fara milli bæja, ferð Grýlu Fljótsdalinn ekki löng. Hún fer í raun bara á Víðivelli ytra, rekur hausinn síðan inn til Hlíðahúsa og röltir síðan yfir að Urðaseli. Þannig að þetta allt í landi í Víðivella, þetta ekki heimsóknarkvæði. Og ef við teljum upp nöfnin, þetta gríðarlega algeng nöfn sem gefur okkur enga vísbendingar. Sigga, Bjarni, Gvendur, Fúsi, Gunna, Jón. Ekkert sem hjálpar mjög mikið. En hún talar sem betur fer fjöldi barnanna á Víðivöllum hjá Jóni Þorlákssoni. Svo við vitum að Jón flytur þangað 1676 og hann býr þarna í áratug, og hún talar 2 unga menn. Hún biður frekar stúlkuna Siggu. Þannig við vitum ekki alveg
hvort Sigga sé systir þeirra, en ef ekki er úr lagi fært, þá getum við notað þessi upplýsingar piltana 2 til þess að tímasetja Grýlukvæðið mjög nákvæmlega. Vegna þess að Jón og Sesselja, elsta barnið, fæðist 1675, hann Þorlákur, og hann næstelstur Vigfús 1676, og svo cirka 2 ár seinna kemur Jón Jónsson og þá kemur Hallgrímur. Þannig að það hlýtur vera ort á milli 1676 og 1678. Og vegna þess að Grýla talar að börnin eru að leika sér í leyni, þá þurfum við að gera ráð fyrir að Vigfús getur að minnsta labbað. Hann er ekki svona vöggubarn. Þannig að 1677 er í rauninni mun líklegra svona það bil. Og þetta er skemmtileg niðurstaða fyrir algjöra tilviljun. Þeir eru líka á málverki í Þjóðminjasafninu. Þannig að þetta eru elstu börnin sem hafa varðveist á mynd sem Grýla ætlaði að éta eða éta ekki. Og þetta kemur því miður ekki alveg góðu þegar látast báðir í Kaupmannahöfn, þannig að fjölskyldu syrgjandi foreldrar láta gera mynd í minningu þeirra, mjög falleg mynd af þeim. Þeir eru 20 og svo er þetta mynd varðveitt í Berufirðingarkirkju lengi. Og mér fannst þetta ótrúlega skemmtileg niðurstaða, en svo fór ég líka að velta fyrir mér en hvað allt hitt, ferðalagið. Það er ekki skrítið að Stefán viti Þorlák og Vigfús. Þeir eru stórir sýslumannsbörnin, það er mikil frétt, en það er engin mikil frétt að fjósamaðurinn heitir Bjarni. Hvernig í ósköpunum veit Stefán þetta? Og hvað að hún Grýla rekur hausinn hlíðarhúsa dyr og svo bara Gvendur, gefðu mig hann í Gunnu og hann Jón. Þannig að það er einhver þekking á kotbóndina. Og Kristín Andresen vakti athygli á þessu í meistararitgerði sinni kveðskap Stefáns Ólafssonar að bestu handritin enda með því að Grýla gengur inn í fjós og heitir Bjarna og auðmikið fjósamaðurinn endur í maganum hjá Grýlu. Það fer illa fyrir Bjarna. En Kristín taldi að þessi hluti kvæðisins er ekki eftir Stefán. Þetta er frekar einhver óþekkt skáld sem prjónar einhvers konar viðbótaræventýri aftan á Grýlu. Vegna þess að þessi hluti Grýlukvæðisins er ekki tilnefndur í einu handriti. Og það getur vel verið, en þegar ég fór að kanna örnefni í kvæðinu, kom í ljós að hvorki hlíðarhús né urðasel voru í ábúð, nema kannski á mjög stuttum tíma sýnt á 17. öld. Þannig að ef þetta er ekki Stefán, þetta er samt öllum líkindum einhver samtímamaður hans sem yrkir þarna. Vegna þess að það var algjör góðaris tímabil í sögu Íslands þetta leyti, þetta átti að breytast og veðráttin harðnaði mjög mikið. Þá flosnaði flestur upp sem bjuggu í svona litlum kotum á borði hlíðarhús og urðasel. En í rauninni er urðasel bara örnefni í land Víðivalla, minningin hjáleigjuna. Þetta var aldrei í ábúð einu sinni, það var ekki í ábúð 1703 einu sinni. Þannig að það er eitthvað að gerist hér og ef það er ekki Stefán sem yrkir þetta er eitthvað annað skáld sem er svona samtímamaður hans. En látum liggja á milli í bili á milli hluti hvort Stefán hafi þekkt hjáleigjurnar og kotbændaheimilin og Gunnu og Jón og Gvend. Hvernig vissi Stefán að Jón og Sesselja átti fjósamann sem hét Bjarni? Það var svona erfiðara fyrir mig að færa rök fyrir að þessi hluti kvæðisins væri ekki upprunalegir. Og eins og við vitum þá bjó ekki Stefán við góða heilsu. Þannig að hann var ekki svona ráfandi bara sífellt. En eitt sem ég rakst á þegar ég var að leita þessum myndum, gríðarlega skemmtilegt, þetta er hökullinn úr Víðivallakirkju. Og Víðivallakirkja er bara til á mjög stuttu tímabili
Jón Þorláksson, hann var ekki bara mikill vel unnari lista og bókmyndum, hann var líka vel unnari kirkjunar. Og hann var svo mikill höfðingi að hann vildi sína ein kirkja á Víðivöllum. Þannig hafði í staðið hálfkirkja tíman, hún hafði grotnað niður. Þannig að skömmu eftir að Jón flytur þangað, 7. júlí 1676, þá fær hann leyfi frá eigin bróður sínum, biskupnum Þorri, fyrir að reisa nýja hálfkirkju á Víðivöllum. Þetta var hálfgerð einkakirkja fyrir heimilisfólkið og Jón hafði þegar fengið meðmæli að því kemur frá Stefáni á Vallanesi fyrir þessa kirkju og ábyrgðist að sjá skrúða og áhald og að borga prestinum. Þannig að hann í rauninni að styrkja kirkjuna mjög mikið á þessum árum þegar þið takið eftir að Grýlukvæðið hlýtur að hafa verið ort. Þá kemur hann inn bara sem sprengja inn í menningarlíf austfjarða. Og hökullinn úr Víðivallakirkja hefur varðist eins og þið sjáið og þetta mikill dýrgripur. Hökullinn úr innflutti lérefti með handþrykktu blómamynstri sem samkvæmt rannsóknum enst frá 17. öld. Og hún Elsa Guðjónsson, hún rannsakaði hökullinn og hún vakti athygli þannig að bakhlið hökullsins sem við sjáum hér mynd af Kristi á krossinum sem unnin úr silkigarni með refilsaumi og þetta íslenskt verk. Klæðið enskt en saumurinn íslenskt. Hún bendir á að þarna stafirnir ETS eða JTS og SHD sem fangamörk Jóns og Sesselju og hennar mati myndin af Kristi ekki teiknaða fagmenneskju. Í hennar orðum hvað útsauminn á hökukrossinum snertir, þá Kristusmyndin víðvanningslega uppdregin en líkist mjög roðu á krúsifixu á varpsaumaðu artþræðisklæði sem þau sýslumannshjónin lögðu til Berufjarðarkirkju og varðist hefur það síðan. Og verið kann að Jón hafi fengist við dráttlist eins og Þorður biskup bróður hans og líklegt verið að telja sýslumannsfrúin, altså hún Sesselja, hafi að síð heldri kvenna fyrir á öldum sýslað með nál og þræði eins og þeir gerði mágkona hennar og svilkona Elín biskupsdóttir og Ragnheiður Jónsdóttir, frú Gísla biskups. Og ég veit ekki hvort þið sjáuð Krist þarna, en ef þið berið saman myndirnar, þá hárgreiðslan alveg eins. Jón og Kristur eru með alveg eins hár, svona klofin toppin og yfirvaraskegg og rosalega mikið sítt og fallegt hár. Þannig ég held að kenningu Elsu að í rauninni þetta gert heima á Víðivöllum mjög sennileg að þetta í rauninni menningar heimili og þegar ég fór að tengja þetta saman að Jón stóri sýslumaðurinn í sýslunni kemur inn með sprengju og fer að reisa nýja kirkju og þeir búa til alls konar dýrgripi og það rosalega mikil menningarlíf í kringum þetta. Ég kannski sem Stefán yrkir Grýlukvæðið. Þannig að við höfum hugsanlega Jóni Þorláksinni sýslumanns að þakka fyrir kvæði sem við hlustum á ennþá í dag. Bara því að tíminn rennur frá okkur vildi ég sýna líka aðra uppgötvun sem ég gerði á meðan ég var að gera þessi rannsóknir. Þetta í Kaupmannahöfn. Drykkjarhorn Jóns Þorlákssonar. Þetta í Þjóðminjasafni í Danmörku og það ótrúlega falleg útskorin mynd af brúðkaupinu í Kana og leturgerðin, það allt í kringum upphafsstafir á einu sálmi eftir Stefáni í Vallanesi. Þannig að gleðjum þjóðguðs menn, gjörum oss nú kátar, syngjum ljóðsætt en síst vert að gráta, þessi hljóð tvö tenn, tvemplu rétt í máta, sætt saman láta. Þetta eftir Stefán í Vallanesi og kemur fram á þessu ótrúlega fallegu dýrgripi sem Jón átti og sennilega með í veislunni. Og þegar ég fór að tengja þetta saman við þetta Stefán seint á lífinu fyrir að yrkja þýða Kingosálmar og birta 1600
86, þá small það alveg. Þetta eru bræður, Þórður biskupinn sem með prentverkið og Jón hér á Austfjörðum, að hvort það sé ekki einmitt tengst hér, að hérna að byggjast upp mikil svona menningarstarfsemi og í rauninni Víðivöllur, sýslumanns heimilið, orðið að svona menningarmiðstöð. Það ekki bara Grýla sem flykkjast og förmennina sem að flykkjast í Fljótsdalinn. Það eru líka skáldin sem koma þangað. Og þetta var skemmtileg leið að mínu mati að þakka fyrir gesturvísni, að senda Grýlu á hann. En ég þakka bara fyrir. Kæra þakki, þetta var orðalegt. Það ýmislegt hægt að lesa út úr kvæðunum fólk fyrir aldraði nafnum og sömuleiðis örnefnin. Þannig að það gaman að segja frá því að við vorum einmitt í sumar að þá vorum við að mynda þær minjar sem enn sjást á Urðarseli. En áfram skal haldið og skrafið verður kannski að mestu leyti í hádegishléinu yfir í Asparhúsi. Þá gefst ykkur færi á að króa þau af sem að flytja hér erindin. En Kristján B. Jónasson, hann hefur stúderað Stefán dálítið lengi og með sitt erindi sem hann kallar hlegið og grátið á héraði. Stefán Ólafsson lætur sóknarbörnin hafa það ótt veginn. Það er svo vel gert. Já, sælblessuð og þakka fyrir mig kærlega að fá þetta boð að komast hingað í Vallaneskirkju að tala Stefán Ólafsson sem ég hef svona megnið að minni ævi sinnt eftir bestu getu. Ég byrji svona tvítugt að fást við skáldskap Stefáns og lesa hann mér til gleði og ánægju og lifði mig svo sterkt inn í þetta að ég man þeirra í hálf tárfeldi þegar ég kom hér í fyrsta sinni í þessa kirkju. Ég ætlaði að ræða örlítið kannski hína hlið peningsins sem að Keili var að tala hér áðan, því að hún var kannski að tala þessa stéttarvitund Stefáns og hans fólks sem eins og Jóns Þórðarssonar og Ísak Gísla og þeirra sem hér voru sýslumenn og héraði, miðbygg og seinni hluta 17. aldar. Hinn hliðin á peningnum náttúrulega að Stefán Ólafsson talaði og í sínum skálskap, þeim skálskap sem varðveittur myndi segja mjög stór hluti af honum, þar sem kannski skálskapur sem hann þekktur fyrir, eru gamankvæði. Og þessi gamankvæði mín vísu á mjög breiðu sviði, sem eru svona, getum kallað þetta kersniskvæði, það gera grín að fólki, önnur eru kannski meiri svona hreinn húmor, og svo yfir í sem getum kallað mórulskvæði, það sem er að vanda við fólk með meðlum skopsins. Og ég ætlaði svona bara í örstuttu máli að renna eða kannski að huglega það aðeins hvernig þetta kemur fyrir og fara með ykkur aðeins í gegnum þetta. Gunnar minntist áðan að kvæði Stefáns koma fyrst út á prenti í Kaupmannahöfn 1832, Finnur Magnússon gefur þau út á vegum Bókmenntafélagsins og skrifar þá lítinn svona formála fremst og tekur þetta saman úr svona handritsblöð, hann nefnir nú hvað heimildir hann hefur, hann kemst yfir einhver svona eina kvæðabók, eitt kvæðahandrit, gefur það út og safnar svo inn í það. Og í þessari útgáfu eru raunverulega engir sálmar. Þetta eru þessi veraldlegu kvæði Stefáns sem að almenningur á Íslandi þekkti. Og við heyrum það þegar við hlustum á eitt segurbandasafnið, hljóðupptökurnar sem eru varðveittar í Árnastofnun af íslensku alþýðufólki sem að fara með þessi lög sem voru við þessi kvæði og við sjáum það líka í þjóðlagasafni Bjarna Þorsteinssonar að alþýðufólk á Íslandi kunni mikið þessum kvæðum, sérstaklega það var einhvern tvö, það er ómennsku kvæði og svo aftur Bragurinn Mott
ferjumannin, snjó, og þessi Oddsbragur og svo aftur ómenskukvæði eru mjög margir hafa kunnað þau og geta sungið þau og farið með þau. Þannig að Stefán er ekki þekktur endilega sem sálmaskáld, hann er engin Hallgrímur Pétursson, það er engin þó hann er ekki Passíusálma þá hafa þeir aldrei verið prentaðir, langstærsta útgáfa verkum hans fram til þessar útgáfu í Kaupmannahöfn 1832 eru þýðingar á Kingosálmanum sem Ketilin varpaði titulsíðunni upp á hann. Þannig að hann er ekki hluti af kanon kirkjuna, hann er ekki sálmaskáld, hann tekur ekki þátt í þessu, við getum kallað menningarprójekti 17. aldar sem að búa til texta sem fjalla boðun orðsins, hjálpræðið og tengingu mannsins við, við getum kallað bara frumspekilegt svið, þar sem við erum að fást við grundvallarspurningar trú okkar og tengsl okkar bara við guðdóminn og möguleika okkur að öðlast hjálpræði. Þetta þó að Stefán sé prófastur og sóknarprestur og guðfræðimenntaður, þá eru þetta samt sem áður ekki þeir textar sem fólk sér fyrir sér að séu textar eftir Stefán. Þetta er ekki hans signatúru textar eins og sagt í text. Heldur eru það gamankvæði, það er grín og gleði og leið skop. 1832 er aðeins kannski smá vandræðalegur út af þessu og hann er ekki svo fyrsti því að allir sem fjalla Stefán 18. öld eru aðeins vandræðalegur út af þessu. Við sjáum þetta fyrst í Polly Vídalín í skrá hans íslensk skáld, Recensus Poeticum. Í recensinum segir Páll þetta, hann var gott skáld, hann var eitt af okkar höfuðskáldum, en leið kannski kersnisfullur, hann gekk of langt, og Finnur segir beinlínis, ég hef sleppt þeim kvæðum sem of klámfengin, hann segir þetta bara beinum orðum, og þannig að allir sem fjalla Stefán eiga aðeins í vandræði með þetta. Þetta eru tveir punktar sem allir minna Stefáns sem. Hann var feitur og þunglindur, hann var offyndinn. Þetta eru svona tveir megin póstar. Þannig að maður, Stefán, ef við ætlum að teikna svona mynd á hvernig maður var Stefán, þá sjáum við fyrir okkur mann sem svona lebimensch, eins og þjóðin kallar það. Hann maður sem hefur fundist gott að borða greinilega, fyrst hann var svona feitur, og hann var svona kátur og auðvelt með að slá á létta strengi. Við vitum að þýðingar hans eða svona adapsjónir eða hvað segir maður, það sem yrkir úr dönsku, þetta eru hjarðljóð, þetta líklegast að Björn Mjór Hrein líka svona úr dönsku skemmtiljóði, aðluguð á íslensku. Sönghæfir hættir líka, hann jafnvel þegar Ketilin karpaði hér upp erindi úr brúðkaupinu í Kana, sálmi eftir Stefán, sem Árni Heimir Ingvarsson hefur svona viðrað þá hugmynd að Stefán hafi jafnvel samið lag við þennan sálm. Við vitum það ekki fyrir víst, en það eru líkur til þess að hann hafi samið lög og áhersla hans á kannski sönghæfi hátta eins og í Kingo-þýðingunum kannski verður þess valdandi að Kingo-þýðingarnir eru ansi harðar undir tönn, það verður bara að segja þess að vegna þess að hann svo mikið reynir að láta frumtextan fylgja nótunum. En þess sem við sjáum í þessu að við erum með mikla fjölda kvæða sem eru gaman kvæði. Við vitum að mikið af þeim kvæðum voru líka ignorunum, það var ekki að réttu, en einhvað síður við höfum allavega eina grunnrannsókn á handritunum eftir Kristján E. Andrésson sem meistaraprófessor ritgerð hans frá 3. áratug síðustu aldar, þar sem hann fór ofan í handritin og áttaði sig á því hvað var nokkurn veginn eftir Stefán. Og þessi hlátur textar, þessi gleði, þessi kátín, þessi kómík, við sjáum hana fyrst í elstu heimildinni sem við höfum kvæði Stefáns í vísnakveri sem varðveitt í Árnastofnun enn þann dag í dag og eru kvæði sem eru æskukvæði. Þau eru rituð á tímabilinu 1636, við sjáum það eru til svona kannski 1640.
þegar hann í skólanum í Skálholti. Þessi áður hann fer í Skálholt, hann býr þá út í Hróarstungu. Stefán er fæddur í Hróarstungu, hann fæddur á Kirkjubæ og elst þar upp og fer að virðist ekki þaðan fyrir hann fer í Skálholt, þá rétt fyrir tvítugt, kannski svona 18-19 ára. Já, tvítugt, ég ekki á sjó, 1638 teljum við að hann fari í Skálholt, en samkvæmt hugmyndin okkar sem við höfum, hann sér fæddur 1618, þá var hann stendur hann 20 og þar í Skálholti til 1642, hann útskrifast, kemur þá, vinnur hjá Brynjólfi, sem skrifar í 1 ár og fer til Kaupmannahafnar svona haustið 1643, svo í kaupið til 48, kemur þá heim og verður svo prestur í Vallanesi það. En allt í þessum æsku kvæðum, í vísnabókinni, vísnakverinu, strax komin þessi tónn. Og þessi tónn, þar sem að verður svona fyrir nútíma fólk og hefur verið skrifað til dæmis mjög fræg ritgerð þegar Árna Björnsson sem mjög krítisk þetta mjög Stefán, hann segir Stefán yrkir alltaf eins og yfirstéttarmaður. Hann hefur skömm og fyrirlitningu af venjulegu fólki. Hann talar alþýðu fólk eins og einhvern svona rusl. Hann gerir grín að því, hann gerir lítið úr því, hann hefur enga samúð með örlögum þess og lífi. Og auðvitað getur maður alveg sagt þetta líka, bara fyrstu marki, maður horfir þetta ákveðnu sjónarhóli. En það sem ég hefur alltaf heillað mig í þessu þetta svo allt sambandi við kómík og grín, ekkert einhlít. Gamanið getur eiginlega svona étið sig sjálft upp. Það verður stundum svo yfirkeyrt að við sjáum að jafnvel það sem getur kallað stétta vitund. Þessi vitund Stefáns að hann í ákveðinni stétt og hann horfir á annað fólk frá sjónarhóli þeirra stéttar. Það verður svolítið svona yfirkeyrt, þannig að við sjáum skyndilega bara étur gamanið sig einhvern veginn upp og verður að gríni í tungumálinu sjálfu sér. Það beinist ekki að neinum, þetta er bara kómík. Eða þá, sem líka áhugavert, að í áhuganum á viðfangsefnunum verður til lýsing á fólki sem lifði í raun og veru og til í alvörunni og við höfum einhverja heimildir, einhverja innsýn og tengingu við það í gegnum þessa stað sem að Stefán stendur alltaf á því að sannarlega ef þú gerir grín að einhverjum þá verður að upplifa einhvern mun og það svona kannski grunnurinn í hláturskenningum almennt ef við horfum á það svona gennum tíðina að til alveg frá Aristóteles og Platón til bara svona fólks á vorum dögum til teóríur hlátur, hvernig hlátur virkar. Það getur sagt að hlátur virki samkvæmt þessum svona kenningum á svona 3 meginvegu. Að það við hlæjum, af hverju er gaman að hlæja einhverju? Og það kenning sem kengt henni með Freud, en fleiri hafa haldið því fram, hlátur losar svona sem bælt og svona frelsar okkur frá því. Hláturinn, hann gerir okkur yfirráðar hafinn. Þetta er kenning sem samtíðamaður, eða 17. aldar, höfundurinn Hobbes er frægur fyrir hláturkenningu. Hlátur, við distanserum frá öðru fólki. Aristóteles sendur þessu líka frá, skrifar hlátur þessum nótum við hlæjum öðrum af því að við erum öðruvísi en þeir. Þeir eru ekki eins og við. Og sannarlega má það til sanns vegar færa með Stefán. En hláturinn líka, og það er kenning sem við sjáum marga fjalla líka, og hann leysir okkur undan svona klöfum sem svona ytri þrengingum. Við frelsum sjálf okkur og aðra með hláturinn. Og við getum séð í textum Stefáns alla þessa tegundir hláturs. Og ég valdi að ganni eitt kvæðum, því að það má grípa allstaðar niður eiginlega í kvæði Stefáns og finna allar þessar tegundir af hlátri. Því að við sjáum svo oft að Stefán stendur, hann fjallar vinnufólkið, hann fjallar kotbænduna hérna í kring, hann nefnir öll kotin, nefnir þetta fólk á nafn, hann gefur því nafn, heimildina sem við höfum það, þetta fólk var til í raun og veru, grínið. Og fyrir það vikið sjáum við bara fólksins daglega erfiðleika og svona alveg yfirgengilega erfiðleika eins og til dæmis í mjög kunnu kvæði sem heitir Óskar Gjarnar Ekkju kvæði sem æskuverk hans og í þessari vísnabók sem hann skrifa með hann ennþá í Kirkjubæ.
og kvæðið meira þess að ársett, við vitum það er meira þess að 20. febrúar 1637 lýkur Stefán við þetta kvæði, en Keitlin var að negla hérna Grýlu sem stórkostlegt hjá þér Keitlin, að negla Grýlukvæðið svona niður punkt í veruleikanum, en það að sama hérna, þetta vitum við af heimildum að það, og þetta fjallar það ekkju sem augljóslega einhver svona húskona út í Tungu, nálægt við Kirkjubæ, hvað sem hann og hún á þarna einhverja syni og kall og hún með mikla drauma. Þetta fjallar svona drauma veruleika og hún óskar hins og þessa, en það allt vonlaust. Börnin hennar farla á húsgang og þeir eru letingjar og maðurinn vonlaus og hún sjálf fátæk og umkomulaus og getur ekki neitt. Og fyrir okkur í dag sem vön því að hugsa okkur kannski ofbýður vissu marki að þetta skulle vera sóknarprestur, eða verðandi sóknarprestur í þessu tilviki, hann ekki búinn að leggja þetta. En þetta tónn sem við sjáum einnig í kvæðum sem eru seinna. En það líka þetta sem svona notalegt og skemmtilegt og frábært, og ég þekki kannski Rönkufótsrímu sem Sigurður Rönkufót sem hérna einhvers konar, virðist vera bara svona vinnumaður einhvers staðar hér, eða svona kannski býr hann einhver litlu koti, átti sig ekki alveg á því, en hans Rönkufótsríma gerist hér í Vallanesi og einhver svona Stefán Einarsson, bókmenntarfræðingur sem skrifaði bókmenntasöguna Ísland og Austfirðingur, skrifaði bókmenntasöguna Skáldin. Hann sagði að þetta væri eins og Walt Disney hefði samið Rönkufótsrímu. Hann segir það í ensku í íslensk bókmenntasögunni. Vegna þess að Sigurður fer út á ísinn að veiða miðjan vetur og síðan kemur svona asa hláka og þá losnar allt úr læðingi. Það er bara öll hér í héraði einhvern veginn. Allar vættir taka þátt í einhvern skatan í fossinum, niður frá, hvað heitir fossinn? Lagarfoss, takk fyrir, ég datt úr mér allt í hennu. Hún einhvern veginn kemur upp og Lagarfljótsormurinn kemur og ávarpar eiginlega Sigurð, þetta alls konar vættir og svo sekkur hann þarna niður í dettur onni í laugin og þar koma fiskarnir og tala við hann og svo sleppur hann og hann með svona poka sem hann geymir fiskarnir í og þá sofnar hann síðan og pokinn ávarpar hann í draumi og skorar hann á hann að áheita á Vallaneskirkju til þess að geta fiska meira. Þannig að þetta gríðarlega svona fantasísk mynd sem hann málar. Og þetta eins og ég segi, finnst mér heillandi við Stefán, að hann af öllum þessum 17. aldar höfundum sem við getum svona kannski sett svolítið í svona ákveðin box, þetta sem sjáum við bara með Hallgrím, að þá hann svo mikið ólíkindatól og þetta svo þessi textar sem við getur verið óþægilegir en líka svona birta svo nákvæma og skýra mynd af veruleikan sem í kringum þá og við sjáum þetta svo líka hjá Bjarna Frændals, bara Bjarni Frændals í Þingmúla bara svo miklu mildari maður, hann svo miklu, kannski var hann betri manneskja, eða kannski var hann einfallega bara það hann stéttar vitund bara önnur, og þessi Keitlin var einmitt að undirmúra það fannst mér áðan einmitt að það þessi stéttari vitund sem að skín í gegnum þessa hluti, en leið, eins og ég segi, skopið tekur okkur á stað þar sem að við eiginlega ádeilan leysir sig sjálfa upp og verður svona hreinu gríni þar sem að við sjáum að skáldið líka, og þetta kannski líka eitthvað svona barokkeinkenni, hann týnir sér í rými og uppklæðslu orða og úr þessu verður oft alveg svona margbrotin og skemmtileg bygging. Ég búinn að tala hér í 20 mínútur, ég ætla að láta staðar numið. Ég þakka bara kærlega fyrir að góða áheyrn og gaman að vera hér í dag. Takk. Kærar þakkir Kristján. Já, það leynist allt í skáldskapnum hjá Stefáni og einmitt það svo ótrúlegt hvað hann einhvern veginn
nær að tala inn í tíma dagsins í dag, líka finnst manni. En við eigum eitt erindi eftir áður en komið að hádegishlé og það hún Margrét Eggertsdóttir sem ætlar að fjalla ást og vináttu ljóðum austfirsku skáldanna og hún hefur nú kennt Stefán við barokkið meðal annars. Þannig að gjöra svo vel. Komið í sæl og ég vil líka þakka kærlega fyrir mig. Mjög ánægilegt að fá að vera búið að hinga og vera með ykkur hér í dag. Það sem mig langar til að tala er sambandi milli skáldprestanna sem nefndir hafa verið austfirsku skáldin. Þegar ég var að reyna að velja titil á erindið og bara ég vildi reyna að ákveða hvað ég ætlaði að tala, þá kom orðið tengslanet oft upp í hugann. Svona tengslin milli þeirra, en á endanum þá valdi ég að kalla þetta ást og vináttu. Kannski hefði ég eins getað notað orð eins og frændhygli, samráð, klíkuskapur, eitthvað þaðan að verða. En ég held satt að segja að ást og vinátta í ýmsum skilningi eigi hér vel við. Og það eðlilegt að byrja á ættföðurnum, Einari Sigurðssyni í Eyjólfum. En í útgáfu á kvæðum hans frá árinu 2007, sem það úrval af þeim ljóðum Einars sem birtust í Vísnabókinni 1612 og allur þekktur kveðskapur hans sem varðveittur annar staðar, þá einkum í handritum. Og í formála að þessari útgáfu segir meðal annars: ljótur kveðskapur eftir Einar hefur enginn varðist. Og ástæðan einfaldlega sú að þegar Einar var 30, þá fékk hann eins konar vitrun það að hann ætti eingöngu að nota skáldskapargáfuna til að þjóna Guði. Og það í þessu kvæði sem heitir Hugbót sem hann segir: 30 var mér vitrað að vanda ljóð Guði til handa. Lét ég þá hugbót heita, hróður fyrst þann hinn góða. Aumur var ungdómstími, áður fyrst sem Guð náði. Síðan kyn betri kvæða kom í rím alla tíma. Á þessum orðum má ráða að Einar hafi á yngri árum ort ýmis krassandi kvæði sem hann hafi einfaldlega fargað. Kannski voru þarna eldheit ástarljóð sem hefði verið gaman að sjá, en það vitum við auðvitað ekkert. En árið 1589 urðu mikil umskipti til hins betra í lífi Einars Sigurðssonar sem var fátækuprestur norður í landi með stóran barnahóp. Þetta sumar kom Oddur sonur hans heim úr vígsluför sinni til Kaupmannahafnar, en hann hafði hlotið eitt af æðstu embættum landsins, biskupsembætti í Skálholti. Oddur reið strax norður í land að finna föður sinn og fósturmóður, það var seinni konu Einars, og bauð þeim ásamt börnum og skylduliða að koma til sín í Skálholt. Þau voru 16 talsins og ferðin var erfið. Ólöf kona Einars var heilsu lítil, stundum hugveik og varla hestfær, yngstu börnin lasin og haustveður á fjöllum. Í Skálholt komust þau þrátt fyrir þessa erfiðleika. Þar voru þau tíma í góðu yfirlæti eða þangað til Oddur veitti föður sínu prestembætti í Eyjólfum í Suður-Múlasýslu. Og öllu þessu lýsir Einar í kvæði sem nefnist Ævisögu flokkur. Þá var hann orðinn 77 ára gamall, aldri og blindur, að eigin sögn orti hann þetta kvæði til að létta sér lund. Einar ritaði formála að kvæðasafni sínu og það sennilega elsta heimildin viðhorf skálds til eigin kveðskapar. Og það kemur fram þarna að hann telur sig hafa lifað heilla stund og náðar tíma og þar á hann eflaust við siðbreytinguna, eða siðaskiptin, siðboð Lúthers, og að Guð hafi auðgað hann með barnaheill og blessun sætlegs samlyndis, þar að segja með hjónabandi og börnum. Þótt hann geti ekki hrósað sér að neinum veraldaríkdómi,
en hann lítur svo á að skáldskapurinn sé mikilvægasti hluti þeirra auðæfa sem honum hafi hlotnast og nú vill hann færa afkomendum sínum á sama hátt og þeir auðugu arfa góssinn sínum börnum til gagns og gleði eftirláta. En eitt af því sem einkennir kveðskap Einars í Eydölum einmitt þakklæti og lof börn sín og afkomendur, eins og sjá má til dæmis að kvæðunum barnatöluflokkur og þakklætisbæn fyrir barnaheill. Einar yrkir löngkvæði þar sem hann nefnir hvern og einn afkomenda sinna, lýsir því hvernig þeim hefur farnast og óskar þeim farsældar og blessunar. Þannig að það má segja að mörg kvæði hans beri vitni ást hans til barnabarnanna og annarra afkomenda. Þannig til dæmis í kvæðinu Barnadilla sem hann orti til sonardóttur sinnar, Margrétar Oddsdóttur, biskups. Það segir hann: Dikt heilnæman hér skal þylja, ungri meyju svo allvel gangi. Heilög þrenning hlýði minni, Barnadillu bið ég þér heilla. Og þótt fjölskylda Einars og afkomendur hafa á endanum vissulega verið forréttindahópur í samfélaginu sem hafi lag á að styrkja stöðu sína á ýmsan hátt, þá má Einar eiga það að hann bendir á að þetta kvæði megi gjarnan líka nota handa öðrum börnum. Hann segir: Þulið hef ég einu þessa gælu, meybarni því mér var kærast, eignist heilla börn öll og fagni, til vöggu kvæðis vil ég þau hugga. Og í formála af kvæðasafni sínu tileinkar sér Einar í Eydölum kvæðin öllum sínum elskulegum börnum, sonum og dætrum, þeirra börnum og barnabörnum. Þannig ég vildi meina að ástin í ljóðum Einars, það ástin til afkomendana. Nú eins og hér hefur komið fram, það var einn af sonum Einars í Eydölum, Ólafur, prestur og prófastur í Kirkjubæ. Það engin spennandi ástarljóð varðveitt eftir hann, mér vitandi, en hins vegar til fallegt erfiljóð sem lagt eiginkonu hans Kristínu Stefánsdóttur í munn. Það ekki víst hvort Kristín orti þetta sjálf. Mér fannst fyrst þegar ég sá þetta að þetta bara hlyti að vera að hún hefði orti þetta. Upphafsstafir erindanna mynda nafn hennar og þetta sem sagt þeirra samlíf en þó sérstaklega hann, lofkvæði hann. En auðvitað voru oft þannig skáld fengin til að yrkja í orðastað annara. En mér finnst það allavega það hljóti Kristín að hafa setið við hliðina á þeim sem ortu og sagt honum hvað ætti að vera þarna. En hún segir sem sagt, hún lýsir honum þannig að hann hafi verið guðrækinn, menntaður og snjall og meðal annars þessi erindi: Neitar enginn að ekta mann öðlaðist ég sem guðhræðslan, menguð við mennt og snilli, prýddi svo að hans orðstýr rann oddana lands á milli. Sá var á Íslands austur reit, yfrið lengi með ráðin neit, prúður stjórnari presta, millum okkar skein ástin heit og unaðar sambúð mesta. Þannig hér höfum það mislust að það hafi verið ást í þessu hjónabandi. Nú þá erum við komin að Stefáni Ólafssyni í Vallanesi, sem var auðvitað sonur Ólafs Einarssonar og Kristínar, sem hugsanlega var einnig skáldmælt. Það stóðu að honum sterkir stofnar lærdóms, trúhneigðar og skáldskapar og hann hlaut eflaust bestu menntun sem völ var á, fyrst í heimahúsum, síðan í Skálholti og loks í Kaupmannahöfn. Og það fyrst hjá Stefáni sem við finnum alvöru ástarljóð, ljóð sem fjallaði ástarþrá og ástarsorg, en líka kvæði þar sem ástinni lýst á nokkurri léttúð. Og það var á námsárum Stefáns í Kaupmannahöfn sem hjarðljóðatískan barst til Danmerkur og Stefán eina íslenska skáldi sem kunnugt að hafi ort eða réttara sagt þýtt slíkt kvæði. En með hjarðljóðinu varð til í Danmörku ný tegund af ástar- og náttúrulýrik sem listrænni og formfastari en hinn einfaldi ástarkveðskapur 16. aldar. Og það má rekja þennan kveðskap til Grikkja, því að þessi kveðskapagrein var endurvakin á 16. og 17. öld og þá var það búkólík eftir Virgil sem var vinsælasta fyrirmyndin og við getum gert ráð fyrir að Stefán Ólafsson hafi einmitt þekkt það verk. En kvæði hans, Lucitor og Chrysilis,
fjallar smalan Lúkídor og fjármegina fögru Krísilis. Og þau í kvæðinu að gantast og kissast í sólinni með hjörðina á beit í kringum sig en lækir renna slétt engið. En það hefur síðan verið sýnt fram á að þetta kvæði í rauninni þýðing Stefáns á ljóði eftir Søren Terkelsen og það hefur á dönsku upphafið Lúkídor som votti góð. En fyrirmynd Terkelsens var svo hjarðskáldsagan Astrid á þýsku sem upphaflega var samin af Honoré de Urfé á frönsku, þannig að hann komin mikil bókmenntaleg áhrif landað. En það ljóst að Stefán hefur þekkt þessa nýju tegund kveðskapar hjarðljóðan sem voru einmitt vinsæl á barokktímanum og sína líka að hann barokkskáld. En þekktasta kvæði Stefáns einmitt það sem lesið var hér í upphafi, Meyjarmissir, sem hefst á orðunum björt mey og hrein, vér unni ein á ísaköldu landi. Og Jón Ólafsson úr Grunnavík hélt því fram að þetta kvæði hefði Stefán ort í Kaupmannahöfn þegar hann frétti að unnusta sín út á Íslandi hefði brugðið heitum við sig. Það má vel vera að það sé tilefni kvæðisins en leið má spyrja hvort það hafi kannski verið bókmenntalegt umhverfi Stefáns í Kaupmannahöfn sem hafi orðið honum hvatning til að yrkja slíkt kvæði þar sem ást og þrá þungamiðjan. Myndmál og orðavel bendir líka til þess að hann sé frekar undir áhrifum frá þessari nýju hjarðljóða tísku frekar en einföldum gamaldags ástarkvæðum. En það virðist reyndar eins og Kristján myndist á að Meyjarmissir sé ekki öllu leyti eftir Stefán. 2 síðari erindin hluta kvæði sem hefur fyrirsögnina kvæði fallegt útlenskt og varðveitt í handriti sem nefnt hefur verið kvæðabók úr Vigur. Þannig að það ekki vita hver þýddi en það talið líklegt að Stefán hafi í rauninni prjónað 2 fyrri erindin framan við þetta kvæði. Enn annað ástarkvæði eftir Stefán raunakvæði og þar fallegri og yndislegri konu lýst en það ríkir sorg og tregi í kvæðinu af því að í viðlaginu kemur fram að hún horfin ljóðmælanda, hann hefur ekki séð hana lengi, ekkert frétt af henni og mun aldrei öðlast hana. Og það meðal annars þetta erindi, ögn skær en á hörundi bjarta eins og mjöllin hrein, mjög nær mínu gekk hún hjarta, hýran af henni skein, sú fær svala gefinu ein. Nú ei hugurinn heima, því horfin silkið ein. En þá erum við komin að Bjarna Gissurasyni, frænda Stefáns. Þeir voru systkinasynir og afi þeirra var auðvitað skáldið Einar í Eitölum. Þeir Stefán og Bjarni skrifuðust á allt sitt líf, oft með ljóðabréfum og vinátta þeirra hélst ævilangt. Bjarni stundaði nám í Skálandsskóla og var eftir það tíma í þjónustu Brynjólfs biskups en fékk síðan veitingu fyrir prestakallinu í Þingmúla. Þeir Stefán urðu þá aftur nágrannar og voru í nánu sambandi alla ævi. En Bjarni fór sem sagt aldrei utan til náms og það greinandi að hann leit mjög upp til frænda síns og taldi hann vera miklu meira og betra skáld. En það má, já, það þannig. Sigurður Pétursson hefur fjallar í grein ljóðabréf sem fóru á milli Bjarna og Stefáns og voru á latínu. Og Sigurður heldur því fram að þar sé talað á persónlegri hátt viðkvæm tilfinningamál en í öðrum kvæðum, kannski að því það voru fáir sem skildu ljóðabréf á latínu. En Stefán, það í þessari grein þarna Poetafelicissimus sem kom út í litlu kveri sem heitir Í ljóssins barnas selskap og það voru fyrirlestar sem voru gefnir, fluttir í Hallgrímskirkju 2006 og voru síðan gefnir út. En meðal annars skrifaði Stefán sendi Bjarna ljóðabréf á latínu í tilefni þess að honum fæddist dóttir 22. janúar 1657 og þar lýsir hann fæðingu hennar og þeirri angist og síðar gleði sem þessi atburður vakti. Og hann biður síðan Bjarna að koma til að skýra stúlkuna sem fyrst. Og Sigurður Pétursson hefur endursagt eiginlega efni ljóðabréfsins á þennan hátt að þá segir Stefán í bréfinu, náttúrulega í bundnu málalatínu, ég sem sjálfur þoldi spjót nístandi sársauka
og barði örmagna brjóst mitt skjálfandi hendi nú glaður og sendi þér, Bjarni, sönn gleði tíðindi ofin í bundi mál. Því að á meðan eiginkona mín þoldi erfiða fæðingu og leið miklar kvalir á sóttarsæng sinni, var það biturt sem áður var sætt og ljúfur svefn fékk eigi lagt aftur augu mín. Sá sem vitni að hættum kærrar eiginkonu, hann finnur að helmingur hjartans brennur. En sá hinn sami sem fær að sjá eiginkonu sína úr hættu, hann telur að hann hafi endurheimt allt. Þannig mig, nú þegar lítil stúlka fædd, hef ég endurheimt hann. En þessi litla stúlka fékk nafni Kristín og var alnafna ömmu sinnar, Kristínar Stefánsdóttur. En enn einn vitnisburður vináttu þeirra Stefáns og Bjarna erfiljóð, eða réttara sagt harmljóð, sem Bjarni orti þegar Kristín litla dó aðeins 14 ára gömul. Þetta eru 15 erindi og úr upphafsstöðum erindanna má lesa Kristín Stefánsdóttir Guðs rósa. Þannig að það sorg og gleði sem kemur hér fram. En þegar kvæði Bjarna Gizurarsonar voru fyrst prentuð árið 1960, þá gaf útgefandinn Jón Samsónsson bókinni titilinn Sólarsýn. Og það á vel við því að yfir kveðskap Bjarna mikil birta og hlýja og sólin var honum kærkomið yrkisefni. Bjarni var kvæntur Ingibjörgu Árnadóttur og þau eignuðust 7 börn og eitt af fallegustu kvæðum Bjarna samlíking sólarinnar lýsing á ástúð og umhyggju frábærar eiginkonu sem líkt við sólina. Kvæði byggir á texta Biblíunnar, það orðskviðirnir 31. kafli, en telja má víst, við hljótum að geta treyst því að skáldið hafi leið haft sína eiginkonu í huga og virðist sambúð þeirra hafi verið mjög farsæl. Og hér eru nokkur erindi úr kvæðinu. Eiginum ekta mann í ástum vefur, ilmd í sætan hjarta gefur, hann í ró og sælu sefur, sorgum fyrtur og allri pín, þá hún vermir, hún skín, þögnu lífs og friðin hefur fengi besta hann, hún vermir, hún skín og hýst gleður mann. Börn og hjúin forsjálf fæðir, fegusta hóf í öllu þræðir, orðin svell í bænum bræðir, byrlar gleði og heilsu vín, hún vermir, hún skín, ángrað þér hjá aumum græðir en aldrei hrella vann, hún vermir, hún skín og hýrt gleður mann. Kvæði þetta auðvitað afar fallegur vitnisburður eiginkonu Bjarna, en hún líka nefnd annars staðar í ljóðum hans, til dæmis í ljóðabréfi til sonardóttur, en þar segir hann: Ingibjörgu unni ég í múla lengi, nú hún burt en kallinn kell og komin suður í Nautafell, honum síðan horfinn vegur og gengi. En það eitt kvæði varðveitt í kvæðabók Bjarna sem hann orti á gamalsaldri til ónefndrar vinkonu. Og það hefur fyrirsögnina til fornrar vinkonu góð kveðja í ljóðmálum og hefst á orðunum: Austan enn kemur ávarp til þín, ástkvinna góð mín. Hér lýsir hann innilegri ást og vináttu til konu sem býr annars staðar á landinu, langt frá þeim stað þar sem hann Aldur þeirra beggja kemur fram í kvæðinu, hann 70 og hún 3 árum eldri. Milli þeirra hefur mjög lengi verið heit ást. Hann kallar hana ástkvinnu og bæði faðmar hana og minnist við hana í huganum. Allt kvæðið heilla ósk til hennar. Bæði tími og rúm í Guðs hendi, skaparinn hefur hagað því svo til að það langt á milli þeirra hér á jörð, en bráðum munu þau hittast aftur í himnaríki. Ljóðmælandi hefur safnað súru í þau 70 ár sem hann hefur fengist við illlindan heim, en í ljóðunni hittast þau nánar tiltekið í Jesú í sárum Jesú. Þar skjól og umbúð og þar geta þau saman laugast í blóði Krists. Þetta mjög þekkt mynd úr heimi kristinnar dulhyggju, svokölluð Jesú hjartamystík. Í lok kvæðisins felur hann svo vinkonuna Guði og hjarta hans og Guð kyssir hana. Ást og vinátta á sér ýmsar birtingamyndir, bæði í lífinu sjálfu og í kveðskap.
Ljóð austfirsku skáldanna sýna margs konar tilfinningar og tengsl þeirra á milli. Þau veita okkur þannig innsýn í líf og örlög fólks á fyrri tímum og leið vitnisburður hið mikilvæga hlutverk sem skáldskapurinn hafði og hvernig ljóðin tengdu fólk tryggðar og ástarböndum. Það er það ekki, Margrét, alveg nákvæmlega á mínútunum bara. Þetta eru búin að vera fróðleg erindi sem við erum búin að hlýða á hér í morgun og eflaust eru nú einhverju sem brenna einhverja spurningar á og svona, en ég held að ég vísi því bara svona til þess að menn setjist yfir hádegismatinn í Asparhúsinu eða hvað svo sem menn fá sér nú þar og nema svona að sé eitthvað alveg sem að brennur hérna í salnum. Við erum búin að sjá ýmsar hliðar á Stefáni og austfirsku skáldunum, þessum stóru ættbúa skálda hér á 17. öldinni og síðar. En annars er einhver með eitthvað. Alveg spænum ekki lengi að við þurfum að róta. Þá held ég við skulum bara gefa okkar góðu gestum sem komum og flutt okkur þessi góðu orð hér í morgunsárið að gefa þeim enn og aftur gott klapp fyrir sitt innlegg. En annars slít ég þá þessu málþingi og sé vonandi ykkur ykkar hérna á eftir á Stefánsvökunni sem við ætlum að hefja hér svona upp úr klukkan 1. Takk fyrir.